Já, góða kvöldið. Endilega megi láta mig vita hérna í kommentunum undir ef þið heyrið í mér og ef þið sjáið mig. Það verðist vera eitthvað delay á línunni hjá mér. En hérna vonum að það minnki eitthvað. Sýnist það vera bara að virka. En sem sagt, velkomin á Frelsi TV og hérna það verður nú mikið að ræða í kvöld. Það er nú svona ákveðnar lífsskoðanir sem ég hef og hafa verið töluvert umdeildar, svo ég taki nú bara vægt í ára, taki bara ekki djúpt í árina, heldur bara vægt í árina. Þá hefur hóksskoðun mín valdið miklum usla í raunheimum. Það virðist vera að fólk eigi vitt með að sætta sig við það, byrja þarna koma rosa fínt soundin. Það virðist vera að fólk verður bara reitt út í mig persónulega. Ef að ég er eitthvað að voga mér að efast raunveruleikann hjá fólki. Fólk er svona almennt ekki að fíla það. Og það fær þetta klassiska disassociation einkenni og og verður mjög reitt út í mig persónulega. Og það finnst mér náttúrulega mjög leiðilegt. Ég er ekkert að reyna að særa fólk eða neitt slíkt. En góleminn náttúrulega meiða sig eða hlaupa veggi í heimsku sinni. Það getur verið erfitt að hjálpa þeim með það. En það virðist vera að fólk þjáist mjög alvarlega af þessu sem að ég kalla disassociation eða bara vísindin, eða það heitir það bara á fræðimáli. Það heitir disassociation. Og byrju aðeins að tegja mér í helvítis hljóðsnúruna. Að þeir sem að þjást af disassociation, þeir verða mjög reiðir út í aðila sem að segja þeim óþægilega hluti. Já, ég var að testa soundið hérna hjá mér. Vona það sé, það er annars rásinn bara ekki alveg að skila sér hérna inn. Þannig að fara að fjárfesta hérna hugsanlega í einhverjum betri græjum þegar að stuðningsdollararnir renna inn hérna frá heilbrigðisgeiranum.
þeir náttúrulega vilja endilega styrkja svona krítiskan þátt eins og minn. En þið megið hérna kommenta, ég ætla að kommenta hérna, sjá hvort það bara hreinlega virki. Þið megið láta mig vita ef að þið heyrið vel í mér og það er ekki gargandi tækni erfiðleikar hjá okkur. En þetta var orðið miklu rútíneraða hérna gamla YouTube systemið, þar sem maður var með forritið inn í liveinu. Núna er svolítið hressilegra delay og og allt svona tæknilega erfiðara framkvæma. En það sem ég hef verið að spá undanfarið og svona það er svokölluðu samsæriskenningar mínar sem ég hef verið með, víst. Þær eru flestar að verða samsæris staðreyndir og pilsneri minn og er að verða svona meira og minna samsæris staðreyndir, en það hef ég verið nokkuð nálagt. Þetta er það heyrist lágt í mér, segir ykkur hérna. Okay. Þá þarf ég eitthvað að pumpa það upp væntanlega. Og já, frekar rátt, já, það verður bara að vera rátt, það er ekkert að breyta því. Nefnum þið segið með tíðnina sem vilja að ég hækki eða lækki. Ég ætla ekki að breyta 60 MHz ánum, sko. Ég vona að heyrist betur núna í mér. Ég reyndar komin alveg í eldrautt hérna á Open Broadcast mixenum. Veit nú ekki alveg hvort að það sé vinsælt. Ég get hækka hérna geinið hjá mér, heiti þetta. Svo hækka ég þannig hérna. Og ætlum ekki að hækka master volume kannski núna. Svona, já. Nú ætti þetta að vera, nei, byrju, það er allt eldrautt hérna. Svona. Núna hoppa ég bara upp í 2 decibel eitthvað svoleiðis. Herðu, já, takk fyrir þessa ábendingu. Það var og kompressorinn er ágætlega á hjá mér. Þetta er ekki eins og hjá ríkisstarfsmönnunum í Skrújú. Þeir eru bara með fólk sem að hjálpa þeim við þetta. Þau mæta bara með líkamann sinn og þá er allt bara tilbúið þegar þau koma. Hérna þarf ég að gera allt sjálfur. Þetta var ég ekki valinn sem útvarpsstjóri á Ríkisútvarpinu. Og þeir sem hafa verið lengi með mér vitið, þeir sem hafa verið lengi með mér vitið náttúrulega að fyrsti hluti þáttarins er alltaf gólemgrefjan. Það þraut sem á góleminn komast ekki í gegnum. Það er það sem við köllum gólem. Og lagabók, nokkuð merkileg lagabók Blacks, sem var svona grundvallar skýrgreining á lögum áður. Það voru sem sagt skýrgreint fólk sem monster. Þá nautaði ekki erfiréttar. Og það er svona blandað með það er blandað með öllum þessum siðferðispostulum, sko. Þú þarft að vera með einhverja siðferðispostula til þess að geta
skýrgreinda þannig að fólk njóti ekki erfðaréttar. Og þannig löndum og Íslandi til dæmis hefur verið rænt með þessum aðferðum. Þú átt ekkert í Íslandi lengur, það einhverjir danskir ræningjar sem eiga þetta og núna alþjóðlegir eins og UNESCO og fleiri. Og sko skýrgreiningin alltaf lausnin á harðræðinu eða níðingskapnum eða þrælabúðunum. Og þessna til dæmis athyglivert að einn af þeim áhrifameiri aðilum í þessum koronavírusmáli fyrrverandi forstjóri eða eigandi Monsanto. Og Monsanto bjó til svona einhver fræ sem tók úr náttúrunni og settu patentið sitt á þessi fræ. Og fengu einkaleyfi á því. Síðan seldu þeir bændum þessi fræ og allt í lagi með það. Það bara heilbrigð viðskipti. En síðan kannski fuku fræin yfir í næsta bóndagarð. Og þá komu þessir aðilar, þetta lögfræði elítu stóð okkar, þá kom það og gerði á bóndan sem var bara fyrir þess að það fauk eitthvað drasl yfir á hans land og þeir stendu honum fyrir að brjóta einkaleyfalögin og yfirleitt gerðu þessa bændu bara alveg gjaldþrota með alls konar bullkröfum og vitleysum. Og þetta sem sagt sömu aðilarnir og þeir voru áður í tölvubransanum sem ég þekki nú eins og handabandið á mér, handabakið á mér, segir það. Og þar fór þessi sami gaur með félögum. Þetta reyndar þessi forstjórar CIA starfsmenn. Þessi sem stofnuðu Google og Facebook og Tweet, William Tweet. Að þetta allt saman CIA starfsmenn. Og þessum fyrirtækjum gengur svona rosalega vel að þau byggja öll á njósnum, sem sagt á þjófnaði. Og sem sagt þessi einkaleyfalög í kringum fræin þóttu mjög einkennileg. Og svona almenningur veit aldrei neitt um þetta. En þar almenningur sem ég kalla góleminn aldrei í tengslum við neitt eða neitt. Þau bara trúa síðasta fréttamanni sem þau hörðu í. Og þau rannsaka aldrei neitt og kanna aldrei neitt. Og svo þegar ég kem og segi þeim eitthvað svona sannleika eða eitthvað raunveruleika, þá verður það bara óbærslega reið út í mig. Ég bara vondi kallinn allt í einu. Og þaðan kemur þetta konsept inn í til dæmis biblíusögurnar með að drepa sendiboðann. En ég ætla að byrja þetta Monsanto sýnir hvernig með því að taka einkaleyfi á einhverju náttúrulegu eins og fræjum. Ég meina ef ég tek fræ og mála appelsínugult, á ég það þá eða ég þá einkaleyfi hafi á öllum þessum fræjum. Þetta svona lögfræði trúarbrögð. Þetta eins og með sáttmálsörkina, ég nenni nú ekki að fara djúpt í hana núna, en þar sáttmálsörkin sem var prump í kassa, að hún gaf ákveðnum aðilum eitthvað svona furðuleg réttindi til að halda öllum hinum sem þrælum. Og þá allir skulduðu þeir allir hinum einhverja peninga. Sögður að þetta væri ekki rétt hjá mér, að hann hefði sagt þetta. Og ég sendi þeim strax eftir þáttinn þetta klipp. Og þeir sögðu, já þetta bara eitthvað YouTube, það ekkert að marka þetta. En þetta sem sagt frá TED sjálfum, sem svona strímið stoppaði, ok.
Við vitum náttúrulega að þessi þáttur verður væntanlega hressilega ritskoðaður sko. Þannig að þið látið ykkur ekkert bregða við það. Já, byrju, ég sé hérna núna. Sjáu þið mig aftur núna eða hvað? Eins og ég var að segja hann, það má búast við miklum truflunum frá YouTube af því að þetta eru náttúrulega gaurar eins og ég er eitthvað lið sem þeir vilja ekki að þú sjáir. Þetta er allt saman. Þetta er hernaðar aðgerð sem er í gangi núna. Og mér sýnist það nú vera komið í lag aftur. Megið plinga á mig. Þið megið plinga á mig kommenti ef þið sjáum mig. Ok, hvar slitnaði þráðurinn? Sáuð þið ég ætla að byrja bara í ofninni. Vonum við missum ekki að miklu. Ég ætla að reyna að sleppa því að spila það. Ég skal taka hljóðið af. Ég er búinn að segja ykkur hljóðið sko. En er þessi jafna sem hann talaði sjáðu þið. Og þið sáuð áðan það sem hann sagði að með bóluefnum og heilbrigðisþjónustu og fósturmorðum þá er hugmyndin að ná þessu fólki niður í cirka 0. Og þið heyrðuð þannig að þið getum hlustað á þetta sjálf bara á slóðinni að þið heyrðuð hláturinn út í sal bara þegar hann sagði þetta. Þeim finnst þetta rosalega fyndið. Þeim finnst þetta bara æðislegt sko. Já, fyrirgeðu, ég er ekki að sýna ykkur skjáin. Það er þetta sem sagt. 7-2 sem þessum fólk sinnum eitthvað þjónustur og orka og eitthvað svona. Og það sem þeir eru að gera núna eru þeir búin að vera að reyna lengi að krassa. Þeir eru búin að vera lengi að reyna að krassa sko peningakerfinu. Og eitt af því sem þeir hafa viljað gera er að taka kass úr notkun eða peninga. Og þegar við séð að til dæmis kórónavírusinn er sagður vera á peningaseðlum og þess vegna hafa Bandaríkjamenn neitað að flytja inn peninga frá Kína eða það er rosalega mikið af það er rosalega mikið af erlendum dollurum sem vilja koma heim til Bandaríkjanna og þeir eru búin að banna það bara. Nú, talandi þennan sértrúarsöfnuð þá gerðu þeir þetta sem heitir Georgia Guidestones í Bandaríkjanum. Og þetta er á babylónísku, rússnesku og ensku og eitthvað fleiri tungumálum. Það er athyglisvert að þetta er á babylónsku. Og á þessum steinum stendur markmið þessar aðila og þetta er allt með merki frá þessum brjálæðingum sko. Að halda mannkyni undir 500 milljónum. Og þannig að þetta lið er allt saman að tala það sama í raun. Og þessi sértrúarsöfnuður er orðinn nokkuð vel skýrgreindur. Og það er tiltölulega auðvelt að finna þessa aðila til dæmis á Íslandi. Þetta er liðið sem að er í CO2 söfnuðunum.
þetta er þetta hérna, já, í prótókólnum stendur líka að þetta eru bara alveg upp úr uppskriftabókunum þeirra. En hérna, sko, þetta er ekkert smá lið sem við erum að díla við, sko. Og hérna, og það er ekkert alveg ljóst hvernig þessi úrústa fer, sko. En ég ætla kannski aðeins að halda áfram hérna með heimildirnar áður en ég fer svona í skoðana gírinn, áður en ég fer að dæla skoðanum mínum yfir ykkur. Og það er þetta hérna fyrirbæri, CEPI, þetta var nýlega stofnað og hérna sjáum við förum í fjárfesta og ef við förum í fjárfesta og tengda aðila, þá sjáum við að GEPI var stofnað á Davos. Davos er þegar þessi leiðtogar þessara brjálæðinga hittast. Og þetta fyrirbæri hérna var stofnað í Davos á milli Noregs, Indlands, Bill Gates og Wellcome Trust og World Forum hérna með. Muni eftir þessum löndum að því að að þið sjáið samhengið í því eftir smá stund. En það eru fleiri, þetta eru þessir þetta eru the usual suspects. Það virðist vera meira að segja Eþíópía sem komin inn í þetta núna. Og og Evrópubandalagið fjármagnaði þetta líka. Og ég vil taka þennan næst hérna. Þetta er sem sagt Event 201. Þetta átti sér stað í 18. október í New York og þið vitið að í New York eru allir þessir plebbar með sko aðstæður eins og aðilar eins og til dæmis Sameinuðu þjóðirnar eru með höfuðstöðvar sínar þar og nú er afturlega vandamál eins og þið heyrið þá þarf ég að algjörlega að fara að fá með nýjar græjur. Sérstaklega mixerinn, hann er orðinn gamall og svolítið þreyttur. Svona, já, komið þetta ekki núna? Já. En sem sagt, þetta event 201 var núna í gangi hérna í New York og þá voru þeir með æfingu á þessu. Þeir kölluðu reyndar no-cove og þannig að þetta sem er að gerast núna í heiminum var þarna tekið fyrir á æfingu. Og þarna voru þau að æfa nákvæmlega það sem er að gerast núna. Og sjáum við aftur sömu aðilana. Og er sem sagt ráðstefna þar sem að þetta var allt saman æft. Og þessu er sem sagt stýrt. Og ég hef haldið fram að vírusar séu ekki til hreinlega. Og og ég hef það eiginlega aðalega eftir gaurunum sjálfum sem vinna á þessum myndavélum
við. Áttu ykkur að ég finn líka kannski ekki neitt. Það er hérna. En hérna ef þið farið að rannsaka hvernig vírusar eru sem sagt, hvernig þeir eru, hvernig er ástandi hérna, já, ég var einhver að horfa á allt. Ef þið farið að grafa fyrir það hvernig, sko, vírusar eru of litlir til að sjá með smásjá, sko. Það er bara hægt að sjá þá með elektrónískum græjum, sko. Og gaurarnir sem vinna á þessum græjum, býtum við, þetta er eitthvað bilað. Ég hef sem sagt séð viðtal við 2 gauðra sem stýra þessum rafeindasmásjá og þið getið grafið upp líka. Og hérna en þeir segja það hérna bara einfaldlega og já, það eru 2 í sér viðtal við 2 aðila sem vinna sem stýra þessum smásjám allan daginn. Og hérna og þeir hafa báðir sagt að til þess að ná þessum myndum þá þurfa þeir að beita listrænum hæfileikum. Þetta er sem sagt listaverk, þetta hefur ekkert að gera með raunveruleikann. Og hérna minn þýsis hefur verið sá að vírusmyndir eru allar falsaðar. Og hérna þetta er allt saman málverk. Þetta er allt saman CGI og bara eins og þeir segja sjálfur sem að taka myndir af þessu að þetta er listaverk, artwork. Sama með hérna Globe. Sama með hérna myndir af jörðinni. Að hérna þessar myndir hérna er allar unnar í Photoshop. Það er ekkert af þessum myndum raunverulegar. Ekki en einasta, sko. Ég og fleiri hafum leitað í örundir og það er engin mynd til sem er orginal mynd af jörðinni. Engin. Sama er með vírusa og það er nákvæmlega sama aðferðin. Að vírusin sjálfur er ekki til. Og sama með DNA. Það er ekki til ein einasta mynd af DNA. Sjá, þetta er allt saman tölvumyndir. Og hérna það má alveg ímynda sér sko að alltaf sé hérna Spirit. Það eru til, hérna sjáðu þið, það eru til meira sem myndir af alls konar öndum. Hérna er andi, sjáðu. Þetta er bara spurningum hverju þú vilt trúa, sko. Þetta er náttúrulega nútímalegri myndir og svolítið flottar, sko. Þetta er allt saman skáldskapar myndir. Það er ekkert af þessum myndum raunverulegar. Og hérna, já, streaming gengur bara vel. Og hérna, ekkert af þessu raunverulegt. Hins vegar er til dæmis hjá illum öndum, þar eru margir af trúarhópum eða kirkjum sem hafa lýst illum öndum og hafa lýst sálum og það eru til lýsingar á þessu öllu
ef þú trúir því að þetta sé til, þetta er þetta að gefa mér eitt kraftaverk og ég sanna fyrir þér restina. Sama er með DNA, með þess að Kári Kúkur, hann viðurkenndi það í Harmangedduna, þú þarft að taka leap of faith, sagði hann. Þú þarft að taka trúarskref til þess að finna DNA. Og DNA er mjög ítarleg lýsing á þessu eugenics prótokólum, sko. Að þegar við séð þessa mynd hjá mér oft. Og þetta er sem sagt að við blandi þessu glóbanu, DNA-inu og vírusum saman og skoða það í samhengi við þessa eugenics sem að heitir á íslensku kynbætur, eða sem sagt þeir vilja eins og góðir bændur búa til bestu þrælana fyrir sig, mannkyn sem að er. Sjáu það líka í myndinni Brave New World, að þar er talað mjög ítarlega þetta. Já, Brave New World var einmitt þannig að sko, það var cover. Það er búið að gera aðra mynd. Þannig að láta hvort ég finni þetta. Að Já, er hún í fullari lengd, sagði. Kemur eitthvað auglýsing. Ef þið skoðið Brave New World, þá sjáið þið er sem sagt hvernig þau hata allt sem er náttúrulegt. Og svo er A+ fólkið, sko. Og svo er delta fólkið. Það er alltaf eitra fyrir því, sko. Fyrir að skilja það að það er Í raun er alveg ótrúlegt hvað þessi bíómynd endurspeglar mikið geðveikina sem er í gangi núna. Og finni delta fólkið og en þetta sem þið sjáu, þetta er þau, sjáu þið. Þetta lið var allt saman eitrað fyrir. Delta og það lið. Again, YouTube, this is for educational. Sjáu þið. Þetta lið allt saman hefur verið eitrað fyrir. Og eru þeir að rökræða, þessi gaur er að segja já, þau eru hamingjusöm. Þess vegna með bóluefnum þá verður fólk svona einhverft sem gerir það í raun að mjög góðu vinnufólki. Það þetta er sama aðferðafræði og er að tala hér til þess að gera fólk einhverft, þannig að sé hentugt við til að nýta sem bara húsdýr eiginlega. Og og þetta byggir á þessari eugenics geðveiki, sko. Og út úr þessu kemur líka allur þessi rasa hugsunarháttur. Ég hef sagt að rasi sé hóks, eða þess að kynþáttur sé hóks. Ég til dæmis er ekki sammála því að svartur köttur og hvítur köttur séu að sikkorum tegundinni. Ég er á því að það sé bara sama. Og það var einhver tröll bara. Já, góður lagi. Það er alltaf ekki að trufla flæði með þeim. En þetta CO2 lið sem trúir þessu að people þarf að ná niður í sirka 0
það hugsar á sama hátt og þessi mynd hérna, og þegar þið sjáuð hérna allar þessar ráðstefnur sko, þau eru alltaf að hittast og ríða og eitthvað svona, að það eru allar þessar Atlantic Council og Bilderberg og hérna ríkisstjórnarfundirnir og allt þetta, það er þetta lið hérna sko, og þeir eru líka með svona B-lið hérna, það er svolítið athyglisvert, og ef þið hugsið þessa mynd líka í líkingunni sko, Malcolm X var allir bara að tala master, húsþræl og akurþræl. Hérna fara þeir lengra. Þeir eru með master sem er náttúrulega geðvikinn, og síðan eru þeir með húsþræla sem eru A og A plus fólkið, og síðan eru með B fólkið sem eru akurþrælinir. Þeir eru með fleiri stéttir sko, því síðan eru með delta og deltalið, þetta sem verður að eitra fyrir sko. Þetta lið hérna sem er óbúslega háð að éta eitrið, og ég til dæmis tók eftir því þegar ég hætti að borða eitur í mat, það var ýmislegt sem ég var háður úr eitrinu sko. En allavega ef við förum aftur hérna í event about, þeir sem eiga event 200, nei hérna fyrir ekki hérna, og farið svo í hver á greiningakittin. Það er þetta Logic Smart Coronavirus COVID-19 Test Kit. Og hérna, það er hérna sem að blekkingin á sér stað. Glæpurinn byrjar með testinu. Það er eins og með hérna eyðnitestin og allt þetta var allt saman meira og minna feikað sko. Og það voru gefnar út 7 eða 8 gerðir af HVV testum, og innbyggt í þau voru líkur. Til dæmis ef þú varst með Afrikutestkitti, þá var náttúrulega örugt að yrði greindur með eyðinni sko. Og þetta er sama ruglið þar hérna, þetta er sama blekkingin hér. Og hérna ef við fara að skoða hver á þetta, þá eru þetta svona sem eiga greiningakittið. Það er líka til sko hérna patent á því. Hvað var það hérna? Hérna er patent fyrir þessu testi sko. Og hérna ég hef mér sér velt upp þeirri spurningu sko, að og þeir eiga líka patent á vírusnum sjálfum. Og hérna þeir eiga sérst patent á vírusnum sjálfum, og þeir eru með patent náttúrulega á hérna greiningatólunum líka. En það sem að gerist sem sagt, þeir vilja ekki drepa alla, þeir vilja bara drepa ákveðna týpar af fólki, sérstaklega þá sem eiga mikið lífeyrisréttindi og eitthvað slíkt. Það er fólki sem þeir vilja taka fyrst út. Og hérna sko, það sem að gerist, þið sjáuð bara í fréttum og öllu því, þá sjáuð að það er, eða í þessum lögreglulæknum, lögguhaugalæknar sem eru í þessu sko, að þeir segja í rauninni við fólk sko, já, ef þú ert með nefreynsli eða svona bara eins og haustpestinnar eða vorpestinnar, sem er sem sagt þegar líkaminn er aðlagast nýju hitastíð eða nýri árstíð, þá er bakteríuflóran í líkamanum aðeins að það fara að hita líkamann og losa efni út nefið og eitthvað svona. Þetta er bara eðlilega aðgerð í líkamann sem gerist 2, 3, 4, 5 sinnum á ári, og er raun ekkert óeðlilegt við það, og er ekki í mínum huga ekki sjúkdómur. Ég skilgreindi ekki sem sjúkdóm, ekki frekar en það ef þú ert að æfa og hérna svitnar og hérna færð verk í vöðvan eitthvað slíkt, og þú ætlar að ná einhverjum árangri, þá skilgreini ég það ekki sem sjúkdóm. Þessi verkir er ekki sjúkdómur, þeir eru eðlilegir með bara það sem þú átt að gera.
og trikkið sem sagt að vera með þetta nóg og svona óljóst og svo kemur einhverjum herhindrunum eða lögreglu sérsveit lögregluna kemur bara inn gluggann hjá þér sko að því að þú hnerraðir og svo segir þið bara já, heyrðu, við þurfum að testa hvort þú sért með koronavírus og þú segir kannski bara nei, ég trú ekki á vírusa, ég vil ekkert vera með í þessu rugli sko. Þá ertu bara snúið niður og tekið testið hvort sem það líka betur að vera. Og síðan er bara þeirra bara, já, þú ert með korona sko. Og þá eru bara að tapa öllum mannréttindum á einu bretti. Réttindi eru reyndar hók sko, réttindi, ef þú krefst réttindi hefur tapað sjálfum þér sko. En þeir byrja glæpinn þarna sko. Að þú bara tapar bara sjálfum þér sko. Að þið megi svara tröllanum með það, ég nenni ekki. Að það er sko, trikkið liggur í testkittinu og það er mjög vel varið af æðstu elitumaffínu eins og þessum aðilum sem ég var að telja upp, sem að má sjá hérna, sjáðu. Þetta sem er að gerast núna reyndar, eins og sagt er sko, því herra sem apinn klifrið, því betur sést í rassina á hann sko, að þetta eru glóbalistanir. Þetta eru, þeir hafa greinilega tekið Indía inn í þetta núna. Indland er að koma mikið inn í þessa elitu sko. Og að þegar nú er allt farið í klessu með Kínverjum sko, nú þarf að finna nýja nytsama fávita sko. Og þetta eru löndin sko. Og ef þið farið að taka eftir því hvar atburðir gerast sko, Evrópusambandið sko, Ítalir vilja væntanlega fara út núna í kjölfarið á, þeir vilja fara út í kjölfarið á Bretum sko og fleira slíkt. Ef þú aðeins bara ferði yfir hvað vírusin er pólitískur, þessi ímyndaði vírus er fullkomlega pólitískur. En ef ég held áfram með sem sagt ferilinn, þá bara ef þú ert með andadrátt, þá er þetta skýrgreina þig sem með eitthvað COVID-19 sko. Og þar með ert þú bara snúið niður og tekið testa þér og ég get til dæmis ekki einu sinni bara búið til annað test sko, þeir eiga engaleyfi á því. Það er engin annar sem getur gert test, það er bara þeir. Og þeir eiga líka vírusinn, þannig að þú getur ekki tékkað á móti vírusnum nýtt test sko. Og meira sé að hugsa þeir þetta kannski svona eins og með monster lögfræði skýrgreininguna. Það er mögulegt að þeir hugsi þetta svona sko, ef að vírusinn þeirra er í líkama þínum, að þá eiga þeir þig. Allavega vírusinn sko. Og þeir geta gert hvað sem þeir sýnist við vírusinn, skilur við. Þannig að þeir byrja með þessu hérna. Og síðan eru náttúrulega bólusetningarnar sko. Og þar eru sömu aðeilanir sko. Og og þá eru þeir sko, og þá notaði bóluefnin eða meðferðina eða lækninguna til þess að drepa útvalda sko. Og þá komum við aftur í þetta eugenics hérna. Nú fer ég að reyna að draga þetta saman sko, þetta er svolítið stór pakki sko. Það er ekki svara þessu. Að reyni að draga þetta saman aðeins. Sko, þessi eugenics sem er svolítið stutt hérna sko. Að þeir sem eru ekki A eða A+ eða er ekki í elitumafínu sko, að það má bara eitra þá alveg niður þessna niður í dauðan sko. Og það er mjög athyglivert hérna að sjá hvernig þeir taka börn að lífi hérna. Það er mjög athyglivert hvernig þeir drepa börn sko. Takk eftir því. Og hvernig þeir fæða börn sko. Það er bara gert í einhverjum vélum, fæðingavélum.
að sko þessi geðsjúku fræði hérna sem elitan hefur verið með í höndunum í aldir sko, þetta er bara sem þeir hafa verið að stunda, að þeim er alltaf vantað þeir eru náttúrulega að leita aðferð til þess að ná eins og bóndi sko, bóndi sem er með einhverja beljur og kindur eitthvað svona, hann vil nota einhverja aðferði til þess að ná sem bestum árangri, sem mestum hagnaði út úr dýrunum sínum sko, og þessir eugenics höfðingjar sko, þeir líta á þig sem dýr eða okkur, bara húsdýrin þeirra. Og til þess að draga þetta saman þá byrja þeir gríðarlega vinnu í þessu DNA-i. Og hérna breyttu sequensin sem þeir kalla, það sem þeir búa til eitthvað DNA sequence sem er löng talnaröð, að það er í raun bara kennitalaðin. Það er bara löng kennitala sem þeir hafa búið til, og þetta liðir allt saman fast í einhverjum módelum sko, eins og CO2 vitleysan sko, CO2 er allt saman módel sem að hefur aldrei getað spáð fyrir veðrinu í næstu viku. Þannig að þeir eru nú ekki klárar í þessum vísindu sínum með þetta. Að DNA-ið er lykil kennitalaðin, og sú kennitala er rekin í þessu tölvukerfi þar sem þeir eru að reyna hámarka, og þar eru þeir með allar upplýsingar úr öllum elektróniskum kerfum, samfélagsmiðlunum, vefsíðunum, allt, veist, hvert þú ferð og hvað þú gerir, allt saman sett inn í þetta kerfi. Og síðan eru þeir náttúrulega eflaust með svona dating tilraunir í þessu líka, þannig að þeir eru að reyna að koma saman ákveðnu fólki til þess að ná einhverjum árangri sko, með þessu hérna eugenics dæmið þeirra. Og svo þurfa þeir að hreinsa út sko, þeir þurfa að drepa fólk, og þar var hérna þetta hefur gert áður sko, ég þarf að fara inn á Frelsi TV, það er eina. Það kannski fara bara á YouTube-ið mitt hérna. Nei, þetta var ekki rétt að melda. Og man aldrei hvað það heitir. Hérna er það. YouTube er ekkert að hjálpa mér í dag. Þú getur bara sagt 8 sko, það dugar. Það er ekki að spila þetta fyrir ykkur núna, en þetta er svolítið gammalt, þetta er frá 2015. Hérna erum við með þetta hérna í Berlín, þar sem að annar kúkalabbinn minn er alltaf staddur sko. Alltaf í Berlín, hugsalega hérna. En það er búið að rífa þetta hús sko, átökur þegar í. En ef þið hlustið á þetta vídeo mitt hérna, þetta er í Dresden, nei, þetta var þetta í Berlín hitt. Má nú ekki rugla saman húsum sko. Ég getum séð þetta hérna með T4 líka. Axiom T4, já. Okay. Hérna var sem sagt svona kynbóta. Hérna var sem sagt gefin út skipun, og hérna sko það var, í raun var sko, ég nenni ekki að tala um Hitler sko, hann kemur málinu raun ekkert við. Og hérna
ég bara að tala við hálfvita í dag, hvernig er þetta? Þetta er sem sagt Action 2.4 eins og hérna er kannski Event 201 sjáði og þetta hérna, þetta er allt saman sama liðið sko, hérna Eugenics, þetta er allt saman sami trúarhópurinn og hérna voru drepin sem sagt 275 til 300.000 manns. Og fyrst voru þið með svona einhver alls konar serimóníur sko, þar sem við fórum með fólk á heilsuhæli og ekkert með gyðing að gera sko. Þeir drápu svona fólk sem var eitthvað kannski vanskapað eða ekki alveg vel gefið eða það var bara drepið sko. Og hérna er gasklefin, gas chamber. Þetta er raun eini gasklefin sem að er til í þessum sögum öllum sem er staðfestur með dokumentvaldinu. Þannig að þessar heimildir eru miklu sterkari heldur en öll hin lygin sko. Og athugið að þeir sem voru hérna voru þessi læknar. Þetta voru aðalega læknarnir sem voru hérna. Og sumir sem hafa rannsakað þetta hafa sagt að sko lækna mafían hafi hálfpartinn blekkt herra H. Þegar hann sagði bara bara læknar, ég hlýt nú ekki að treysta þeim sko. En svo voru þeir bara alveg á fullu í ógeðinu sko. Og þessir gaurar enduðu margir með snöru hálsinn í Núremberg. Euthanasia. Og þessna finnst mér svo athyglivert sko, hverjir eru aðalega í þessu? Hverjir eru í þessu á Íslandi? Þetta er sami hópurinn á Íslandi, sama tegundin af fólki. Það er þessi þessi kall hérna sko. Þessi hérna tel ég að ef að vonda fólki vinnur þá gerist náttúrulega ekkert, en ef góða fólki vinnur þá lendir þessi kall hérna í Núremberg snaganum sko. Og hérna er svona leikrit sko. Æ, viltu gera fyrir okkur? En hann er inn í þessu hérna Eugenics, hann er inn í öllu þessum blekkingum sko, hann er að vinna með þessum stofnunum hérna og hann er alveg á kafi í þessu öllu, kallinn. Og þetta fyrirtæki hans hefur nú aldrei verið svona beint gagnsætt sko. Og hann gerði tilraun til þess að selja, þess að taka einkaleyfi á öllum lífsýnum Íslendinga. Það var að gera það, seldi það til einhvers annars eða gerði það ekki um önnur fyrirtæki í Bandaríkjunum, hernaðarkomplexnum þar. Og þar voru þeir að reyna að selja lífsýnið úr þér, eða úr íslenskur. Þeir voru einhvern veginn að láta taka blóðsýn úr þér, að þá var þessi gaur að reyna að fá einkaleyfi á þér á DNA-inu þínu. Talandi geðveiki sko. Þannig er eitthvað vit hérna í þessu. Já, ok, whatever. Þannig að til þess að skilja núna segir fólk já en allir þessi einkenni og allir þeir sem að drepast og allt þetta sko, það er sem sagt það er engin vírus, hann er ekki til, vírusar er ekki til þess að skilja lífheiminn þig og í kringu þig, þá er það eiginlega bara þrennt sem þú ert að skilja og það er næring
eitur og rafsegulsvið. Ef þú skilur þetta þrennt, þá getur þú séð í raun lógískar skýringar úr raunveruleikanum hvað er að gerast. Og ef við bara kíkjum á hérna, bara tökum hérna, leif okkur að vera með í leitinni. Þetta er ekki að horfa á mig. Sko, ef við kíkjum bara hérna á hvað er inn í einu svona inserti, sjáðu. Þá getið þið bara lesið hvað er mikið eitur hérna. Gríðarlega mikið eiturefnum hérna. Það er hérna aluminium, merkúrí og ég bara veit ekki hvað er hérna sko. Hérna er einhverjar tölur ekki. Þetta er eitthvað óskýrt. Við getum rannsakað þetta sjálf bara. Það er hérna inni bara alveg fullt af og ekkert verið athugað hvort þetta virki sko. Og þið vitið þegar þeir gera sko trial, þá sita þeir öll eiturefnin í bæði neutral og aktiv trial sko. Eina sem þeir taka út er þessi ímyndaði vírus eða hvað þetta er. Og hérna þannig að all þessi svokölluðu vísindi eru meira og minna pseudoscience. Þetta er bara kjaftaði. Það er enginn að taka mark á þessu. Og bara ef þið lesið í gegnum þetta, þá sjáum við þið. En hérna það er fólk er sprautað með þessum chemtrailum sko. Og þetta er flokkað sem conspiracy theory sko. Þannig að við reversum þetta er raun það sem er að gerast. Hérna sjáum við bara tankana í flugvélum. Þetta er meira svo Wikipedia. Þeir munu alltaf viðurkenna þess meira og meira sko. Já, þeir segja kannski þetta sé bara vatn eitthvað. Já, þetta er water. Þetta er bara vatn. Bara vatn, sko. Þetta er ekkert með vatn. Contrail er náttúrulega bara til sko, það er ekkert að þeim. En hérna chemtrail chemicals hér. Hvað eru chemtrail búin til úr? En það er sko hérna, það er bara til patent á þetta sem er gilt sko. Við getum kallað þetta bara aerosol. Aerosol, já. Ok, hérna er patentið sem sagt. Aerosol patentið er sem sagt það er til nokkur sko, það getur farið yfir nenni. Það er sem sagt aðferðir við að nota flugvélarhreyfla til þess að þetta er sem sagt til þess að dreifa þessum efnum. Og það sem er að dreifast, þess að þeir sita, það er nú oft fólk sem hefur samband við mig sko. Og hérna, og þeir sem sagt sita svona einhverja svarta leðju út í flugvélaeldsneytið. Og þeir sita einhverja leðju út í vatnið hjá þér og þeir sitja leðju út í allt sko. Og mín kenning er sem sagt að þeir sem sagt
að ég fæ ekkert að viti hann upp sko. Google er náttúrulega ekki alveg að hjálpa mér sko. En já, þessi leðja sem sagt leysir út nano-aluminium þetta er líka kallað geoengineering og þetta er reyndar frá einhverjum væntanlega kolkeksuðum samsæringi sko. Já, sérst, eldra fólk fær Alzheimer, þetta fer sérstaklega illa í heilan á eldra fólki, þess vegna er það að hrynja núna. Alltaf þegar kemur sko ný flensa, þá er eldra fólki sem fer alltaf í, sem dregur að sér andan, það er nú ekki að gera meira en það. Það er fólk sem dregur að sér andan, fyrir ekki þau. Að já, nú heimildamyndum þetta. Nei, vinkona okkar komin aftur. Að þetta er þetta aluminium, barium, Alzheimer, New Top Killer og getur skoða þessa myndi bara sjálf. Að, eins og ég var að segja á þann, grunnurinn að ég skilja þetta er sem sagt næring. Það er sem sagt næring, eitur og rafsegulbylgjur. Við erum sem sagt að fara yfir það. Og það er það er sko það er eitthvað sem heitir aldus hvað heitir það? Nú er ég vond málum að því man ekki hvað það heitir. En það er sem sagt Sameinuðu þjóðirnar eru búin að gefa út að þeir eru búin að gefa út aðferðir til þess að taka alla næringu úr matnum. Það sem þeir eru að borða, til dæmis lýsið sem var í gamla daga, þykkt og gott sko, það er bara orðið svona þunn drulla í dag. Og og það er semst allir matur, og þið sjáu líka allir matur sem að þið eru að nota að það er búið að taka úr honum í raun allt sem veit er í. Þannig að það er alltaf minn og meiri næring í matnum sem þú ert að borða, það er meira og meiri ætur í því.
þú ert stanslaust að anda að þér aluminium nanóflugum og ég þarf að fara einhvern veginn að skrifa minnislista yfir svona dót hjá mér. Sjáum hvort ég man þetta á eftir. Hérna er eitt hlustandi að staðfesta þetta svarta leðjuna sem við sita í. Og já. Ok, það er líka, hefur komið fram í öðrum vídeó hjá mér. En ég skora á ykkur að horfa á svona heimildamindir. Það eru tvær til dæmis, What in the World and Why in the World. Ein heitir What in the World Are They Spraying? Og hinn heitir Why Are They Spraying? What and Why? En ég held að svona flestir sem að er einhverjum tengslu við raunveruleikann eru búin að átta sig á því að það er verið að spreyja eitri yfir okkur. Og þó ekki væri nema, það eru ákveðnar vísindalegar staðreyndir fyrir því eins og gríðarleg aukning í Parkinson, dementia og alls konar heilasjúkdómi hjá eldri borgurum. Og og svo náttúrulega bóluefnin, þau eru alveg stórhættuleg að þá er trikkið hjá eugenics CO2 liðinu að það er að segja, já, en ef þú tekur bara bóluefni þá er ekki svo mikið aluminium í því eða merkuri, og ef þú tekur mælir lofti, þá er ekki svona mikið af eiturefnum í því, og en ef þú safnar í öllu saman, af því að þungmálmar sem fara inn í líkamann þeir fara ekkert aftur, og þá er uppsafnuð eitrun í líkamanum. Og það var einn læknir sem er frá Englandi, og það fer alltaf aðra hliðina þegar ég minnist að það hjá harmagretanum, kúkarlöpunum sem er alltaf á klustinu, að hann hefur gert 2 myndir, Vaxt 1 og 2, horfið á þær, að hann vogaði sér að benda á að og hóf rannsókn. Hann er meltingafræðingur, hann er sérfræðingur í meltingaveginum, held ég örugglega, og hann sagði bara að það komu mæður með börnin til mín bara öskrandi á nóttinni, eins og það væri verið að rífa úr þeim hjarta, og hann var bara allir sem byrju, hvað getur valdið þessu, og grunur hann beintist gegn bóluefnum, og hann byrjaði könnun, og hann var með thesis, eins og vísindamenn eru með, hann var með thesis það að þú þyrftir að mæla uppsöfnuð eituráhrif af bóluefnum. Fá mér annan, pilsnir 2,7%, held ég, 2,8, að ég endaði pilsnirnum að því að hann er minnst eitraður. Allt hitt er bara fullt af ógeði. Pilsnirinn ég væri eiginlega til að það væri einhver annar drykkur sem væri ekki með þessum 2,8%, og hann er líka svo ódýr í það. Ég bara að drekka þetta þótt að menn segi ég sé alltaf fullur í útsendingu. Mér er nákvæmlega saman. En það sem að hann var að svona voga sér að þýsisast með var að öll þessi eiturefni var uppsöfnuð, þessi þungmálmar, og hann byrjaði að rannsókna á því.
og eugenics CO2 mafían sturlaðist bara. Það var bara tekið móðusýkiskast á hann sko. Og og flestir af þeim sem eru á móti bóluefni til dæmis, ég til dæmis er ekkert sérstaklega, ég er ekkert neitt frekar á móti bóluefnum, ég er bara mjög mikið á móti því að vera að skaða og drepa fólk. Ég er mjög lítið inn á þeirri línu. Og og það er raun það sem er að gerast með þessum koronavírus. Sko það er engin það virðist vera að Kína og Íran hafa orðið fyrir eiturefna árás frá okkur vesturveldan á væntanlega. Og áttu ykkur á því að Kínverjar er alveg með það á hreinu að þeir hafa orðið fyrir eiturefna árás. Skulle ekkert vera að velkast neitt í vafa með það, þeir eru alveg með það á hreinu. Og Íran hefur líka verið sagt vera með en svo er annað, það er ekkert víst að sé svona mikið smitt í þessum löndum sem að NATO og CO er að segja okkur. Við vitum ekkert hvað er í gangi þarna. Og allar þessar myndir af lögregluna snúa niður fólk og allt þetta sko. Þetta er hugsanlega allt saman bara tekið upp í stúdíó í Hollywood eða í Pentagon eða í NATO höfuðstöðunum eitthvað svoleiðis. Hugsanlega allt saman bara falsað. Eða hlutaði hefur hugsanlega verið tekin upp áður en að árásin var gerð. Tómu götuna voru bara teknar á einhverju sunnudegi þegar allt var tómt eða ég var að keyra hérna í bænum í morgun og var að kaupa birgðir að var að leita lambakjöti með láta mig vita hvernig ég get flutt út lambakjöt að það var allt saman tómt sko. Ég var að spá það er nú alveg uppgjörið að taka myndi núna til að sýna hvað allt er tómt sko. Það er náttúrulega bara þegar sunnudagur það er ekkert að gerast. Þannig að ég gerði náttúrulega í síðasta myndbandi, þá fór ég með skurðgröfunar ykkar, það voru 70 skurðgröfur á okkur 10 fermetrum og allt bara eitthvað rugl sko. Að það er sko eins og það er eins og hann Gerald Celente vinnu minn segir. Hann segir sko, fyrst fara þeir í gjaldmiðlastríð, síðan fara þeir í viðskiptastríð og síðan fara þeir í heitt stríð. Eða í alvöru stríð. Eða heitt stríð, já, það er með þungavopnum. Og Kína var náttúrulega bara, eru orðnir leiðtogar í símatækni, ég meina það er allir hérna á heimili hér, kaupa bara kínverska síma. Og þetta vestræna síóniska ógeðsveldi eru búin að tapa. Þeir eru búin að tapa fyrir BRICS sem er Brasilía, Rússland, Indland reyndar, Kína og Suður-Afríka og Rússland, já, ég búin að segja það. Sko þetta var þannig, eins og ég náttúrulega sagt við hvort áður, ef að þú vildir senda, ef Íran vildi selja Kínverjum olíu, þá þurfti greiðslan að fara í New York, sko. Og og ef að Íran sagði, og ef Líbía sagði eitthvað bara, nei, við viljum ekkert, ég vil selja hverjum sem er olíu, sagði Líbía, sko, Gaddafi sagði, ég vil bara selja olíu og ef að ég ætla að selja Kínverju þá get ég látið að fá olíu og þeir láta mig að fá gull í staðinn kannski eða mat eða eitthvað bara dót og þeir sáu hvernig fór fyrir honum sko að þetta er að líða undir lok.
Ok, það var eitt sem getur ekki loggað hérna á YouTube-inu. Ég ætla að svara spurningunni. Það er 5G í Íran. Allt sem þú heyrir um Íran er lygar. Og munið þannig heilbrigðisráðherra sem átti að vera að tala eitthvað í sjónvarpinu og svo fengi veikina. Þetta er bara sviðsett. Það er ekkert að marka þetta. Já, ef við erum með spurninga þá megið sitja hérna inn í Facebookina hjá mér. Agenda 21 sem er núna Agenda 2030. Já, þakkaði fyrir þetta. Codex Alimentarius. Já, þarna kom þetta. Segðu svo ég sé ekki komið með góða hlustendur. Gæðin á hlustendum hefur bara aukist. Það var þetta mjög gott fyrst, svo fór það allt í klessu en núna er það aftur gæðin að aukast. Það er þetta Codex Alimentarius sem ég var að tala. Hann er sem sagt þar eru þeir markvisst að breyta matnum þannig að hann sé allur fullur af eitri og ekkert þetta og já þessi aðgerð hérna snýst sem sagt að fækka næringunni í matnum okkar og hérna þannig að já og líka vopnavæðan til þess að myrða. Já, hárrétt hjá þér kæri hlustandi. En hérna í raun virðist vera, það er nú kannski ástæðan fyrir að ritskoðun er alltaf svona mikið beitt í ógeðsríkjum að það er svolítið búið að sópa út fólki af YouTube núna til þess og ég er eflaust verður mér sópað út. Kannski skil ég ekki alveg íslensku, ég veit ekki hvernig það er. Og þannig ég á alltaf alveg von á því, en þá mun ég sem sagt vera með útsendingar á hoax.is og hugsalega þá fer ég á BitChute eitthvað, ég bara nenni þessu ekki og ég eiginlega, veistu það, ég nenni þessu næstu ekki, sko. Það er bara, heilaskaðin er alveg fullkomin á almenningi, sko. Fólk er bara alveg keksað í hausnum, sko. Og þannig að sjáðu líka ég er farin að gera miklu minna efni sko. Ég er náttúrulega fæ engan stuðning frá neinum það er reyndar vil náttúrulega þakka þeim sem styðja. Það er alltaf einn og einn sem borgar aðeins í þessar miðasölu við inngangin hjá mér sko. Það er hérna undir náttúrulega eru linkar sko. En það er ekkert þannig stuðningur að ég geti einbeitt mér að þessum greiningum og þessum pælingum. Þetta þarf ég að vera í alls konar öðru vesinni. En ég er nú svolítið merkilegt að þeir köttuðu reyndar hann aðeins áðan. Það var nú hugsanlega því ég var með það svo mikið þannig úr TED-ráðstefnunni sko, það er eitthvað pyrrað á kannski. Ég byrst afsökunar því að ég hef tekið það eitthvað yfir strikið, það var nú ekki meiningin hjá mér. Innovating to zero, það er það sem hann talar um hérna, að þróa niður í núllið. Og þegar hann er að tala um það, þá er hann að tala um people, þig. Markmiðið er sem sagt að drepa þig, sjáðu. Sennilega þarf einn af þessum númerum að komast nokkuð nærri í núllinu og hann heyri það í hljóðinu að hann var að tala um fólk. Og hlegið úr barnaskóla þá er í dag 6,8 ef við gerum virkilega góða vinnu hlegið að þessu sko. Já, ég verður á þessum neipi fyrir ekki að þið sjáðu ekkert hvað ég er að gera.
Ég alveg að klúra þessar útsendingu sko. Algjörlega. Number of people sagði. Og þeir heyrðu á hláturinnum og hvernig hann kemur fram sko. Hann að tala fólk sko. Og við sennilega þarf eitthvað að þessu númerum að fara nokkuð nærri núllinu. Hlegið. Og úr barnaskóla starffræðinni þá þarf ég að kíkjum fyrst á mannfölda. Það einhverjir 7,8 milljarðar og stefnir í biljónir og stefnir í Nú ef að við náum virkilega góðum árangri með nýjum bóluefnum heilsugæslu og barnamorðum þá getum við lækkað þessa tölu cirka 10-15%. Og síðan segir hann að við þurfum að vera miklu meira hann vill vera miklu meira radikal en það. Þessna hann með í að stofna þetta hérna. Hann stofnar svona stofnun. Gríðarlegir peningar. Ég veit ekki hvort þið áttið ykkur á því að þessi svokallaði bóluefna bransi 85 billjón dollarar í dag. Og undanfarnum 20 árum hefur hann vaxið úr næstu nulli í 85 billjón dollar á ári. Og og þið vitið að núna í þessu korónahóksi þá samþykkti bandaríska þingið og Trump skrifaði strax undir það 8,2 billjónir dollara. Farið bara beint til þessara brjálæðinga sko. Og ég einhvern veginn ekki alveg á því að ég einhvern veginn ekki alveg á því að gefa fólki og fyrirtækjum sem talar svona aðgangað líkama mínum eða minna barnana minna eða þjóðarinnar minnar víkingaþjóðarinnar ekki þessir helvitis Dana plebba blanda sem á Íslandi hann ljóta blandan maður þessi Danir sem komið til Íslands og reiðu öllum kellingunum það kom eitthvað skeiti ég kom einu sinni til Íran og það já ok bla bla að ég veit ekki, fyrir mér liggur þetta nokkuð ljóst fyrir mótalið og ég sjáu líka að þið hlustið á Harmageddon þættina það sem að vera að tala við mig hvernig þeir láta við mig að sko við þurfum átt okkur á því líka að fjölmiðlarnir eru meðsekir í öllu þessu demosæti Legal Ísland betur þetta í fókus hvað málið þetta sjáum eitt þetta nú einn eitt sem við þurfum að skoða líka það þessi vefur sem heitir Degal Dagel
Og hérna það er talað það er ekki alveg vita hver rekur þetta, frekar en margt annað, menn veit ekki alveg hverjir að. En það er talið nokkuð víst að þessi vefur tilheyrir Military Industrial Complex. Og hérna eru þeir með sem sagt, þessi vefur er sem sagt ættaður frá sömu brjálæðingum, CO2 eugenics snillingunum. Og hérna sem sagt árið 2017 þar er reiknað með því að þá er mannfjöldi á Íslandi 339.000. Áætlun fyrir 2025 muniði 12 árin, það er ekki að nálgast þau. Og þá er að reikna með því að íbúafjöldi verði komin í 195.000. Ég er með reiknivélina, ætliðina mér. 339.000 747 mínus 195.000 927. Það er sem sagt fækkun Íslendinga er áætluð 143.820 á næstu 5 árum. Og ekki það, ég get alveg skrifað undir að það getur verið gott sko. Það getur vel verið að það þurfa að losa 140.000 fávita úr þjóðinni, ég veit það nú ekkert. Þá sjáður líka ég á meira af það þýðir að í staðin fyrir að 3 hvern skverkilometra þá voru bara 2, það eykur eignina mína. En í prinsippi er ég á móti fjöldamorðum og morðum yfir höfuð. Og þess vegna hlýti ég að vera hálfpartinn á móti þessu líka. En sko það er ekki eins og þetta sé bara allt saman eitthvað gripið út úr grillunum í hausnum á mér. Heldur sjáðu hérna svona svolítið slatta heimildum bara í þessu spjalli hjá mér núna. Og ég hef nú lesið svolítið að svona BA-ritgerðum í háskólanum í alls konar fræðum, svo stjórnmálafræði eða eitthvað svona. Og jafnvel mastersritgerðum og doktorsritgerðum. Og í einni slíkri ritgerð er jafnvel minni viska og minni heimildir heldur en bara hér í þessum þætti. Og þess vegna náttúrulega vita allir sem eitthvað vita. Það er ekki eins og því séð að fá þetta frá einhverjum óbreyttum bavíana, heldur er ég með doktorspróf í samsýringafræði og ég er með doktorspróf í þjóðfélagsverkfræði. Bara þannig að þið vitið að því social engineering. Bara þannig að vitið að því að ég er með 2-faldar doktorsgráðu. Og núna hvæsa gólem búkandi maður. Hvað meinar? Hvað skóla fórstu í? Algerir. Já. En þetta svona er tiltölulega einföld stærðfræði fyrir mig. Ég held reyndar að ég sé næstu sá eini í heiminum sem ég allavega veit sem að trúir ekki á vírusa eða DNA. Ég hef ekki heyrt marga efast það. Og
það þýðir náttúrulega að ég þarf að endurskoða eflaust geðheilsu mína og tengsl mín við raunveruleikann. Eflaust, ég veit það ekki. Ég er náttúrulega boðið harmagrættunum sem er alltaf með Gúgapestina. Ég er alltaf boðið þeim að vera með bara opna sálgreiningu á mér. Það hefur engin geðlæknir eða sálfræðingur þorað að leggja í mig. Og ég er alveg opinn fyrir því. Ég er ekkert, náttúrulega, ef að þetta er bara þannig að ég sé geðveikur og ég sé með einhverja sálarflækjur eða eitthvað, þá er það bestu fréttinar sem ég geti fengið. Og þegar ég hef svolítið áhyggjur af þessu að standi til bara myrða, demósæta skriljónir af fólki. Af því að ég get líka sýnt þér, sko, núna var að koma í fréttunum úti. Hér var að koma í fréttunum að í Noregi á að deploya núna 15.000 hermenn á götur Noregs. Ég hef ekki séð tilkynningar í Svíþjóðum þar reyndar. En í Noregi eru 5,3 milljónir og þeir ætla að fækka því í 3,8 á næstu 5 árum. Þannig 5,3 mínus 3,8. Það er 1,5 milljón sem þeir vilja drepa í Noregi. Og í Svíþjóð eru núna 10 milljónir. 10 mínus 7,2. Þjóð ætla að drepa rosalega mikið í Noregi. 7,2 milljónir manna. Sjá hver margir hvern skverkilometra hér. 22. Í Noregi er það 16. Hvað við erum með mikla sérstöð þarna, bara 2 og 3 hvern ferkilometra. Þannig að við erum öll stóreigna fólk og náttúrulega við eigum Noreg líka og við eigum Bandaríkin líka. Við fundum þetta fyrst. Þannig að þetta eru nú bara tölurnar sem við erum að horfa í. Og ef við förum í einhver önnur lönd sem er í fréttunum, þá taka Ítalíu kannski, Íran, já, sjáum Íran. Íran er 82 milljónir. Já, það er ekki að fækka þar. Engin fækkun af fólki þar. Góðan daginn. Ég átti nú vona öðrum tölum þannig. Nei. Hvað erum við með meira hérna? Írland. Ég er að leita að Ítalíu. Þetta er raðið til landi. Snillt, sko. Glæsilegt. Þá ætlum við að fara inn í hérna þeir skapla. Ítalíu. Ég held að þið geti farið hérna eru 62 milljónir og 44. Ég held nefnilega að þið geti farið í þennan lista hérna og vítað út úr honum þessa tölur. 62 milljónir í Ítalíu núna og þeir ætla með þá niður í 44. Þeir ætla að drepa 18 milljónir á Ítalíu. Málið er nefnilega það að þið geti farið á þessi lönd sem eru mest í fréttum akkurat núna og þið finnið þau á þessum lista með mestu afföllin af fólki. United States. Hérna United States. Já. Góðan daginn. 327 milljónir mínus 100 milljónir.
þeir ætla að drepa í Bandaríkjunum 227 milljónir manneskja. Það var eitt gólemi sem að fór öll öryggin hjá hana þegar ég sýndi prófskírteinið mitt. Þú veitum meiri tröðurinn. Gæti ekki verið meira sama. Já. En eins og ég segi, ef þið skoðið hérna löndin sem að veiran hefur valið sér. Byrju, hún var í Víetnam, ætlaði að taka þar 95. Já, þeir búast við aukningu í Víetnam. Okay. Að ef þið skoðið þetta hérna, þá virðist einhvers staðar vera búið að ákveða að grisja gríðarlega mikið. Og náttúrulega ef maður sæi bara svona síðu, þá myndum svona, já, allt í lagi, þetta nú bara eitthvað brandari. Og svo þegar maður sér hérna söguna, sko. Laugin hétu T4, áttu ykkur á því, en gatan hét Thüringenstrasse 8, held ég að væri. Var það misskilningur hjá mér? Ég skal ekki, þá þarf ég það er að leiðrétta myndbandið að ég sagði T8. Ég sagði T8 þar. En það er rosalega fróðlega, ég get náttúrulega séð myndbandið mitt þetta. Hérna voru fólki drepið sem sagt. Það var kynnt sem heilsuhæli. Og þetta voru allt saman læknar og hjúkrunarfólk sem sinntu þessu. Og það var talað við starfsmenn heimildir segja að í upphafi voru þeir með svona, þau voru eitthvað að reyna að gera fyrir fólkið og voru að gera svona tilraunir og verið svo var þetta það opið, sko, að sveitastjórninar sveitastjórnin það sem þetta var gert í Hartheim, að hún var að kvarta undan mengun, sko, líkbrennslu mengun, sko. Og þetta er í raun sagan sem hefur verið kennd við brennufórnir. Ég ætla ekki að segja rétta nafnið á því, en rétta skýringin á því er brennufórnir. En þessi trúarhópur og þetta er náttúrulega allt tengt við satanismann og Jeffrey Epstein og allt þetta lið er sama drullan, sko. Og þetta lið bara stýrir okkar vestrana heimi í dag. Og það virðist vera að ákveðin lönd eru bara komin í þá aðstöðu að geta ekki bara gefið þessu pakki fingurinn. Eitt en sko, þúsundir af þessu fólki sem að var þeir sem voru með T4 og voru í öllu þessu, risastór hópur af þessum læknum og öllu þessu pakki sem gerði þetta var allt saman flutt til Bandaríkjanna. Og við vitum náttúrulega að þetta fólk fór líka til Svíþjóðar og víðar.
En það voru þúsundir manna sem voru fluttir úr þessum ógeðs starfsemi í Þýskalandi. Og Herra H er bara cover, sko. Hann virðist það verið bara svona algerur kjáni, sko. Þetta var mikið gert í hans nafni og hann pumpaður upp, sko. En þú getur séð öflin á bakvið, sko. Og akkur er verið að taka þessa menn til starfa í Bandaríkjunum og það er vitað að sko ennþá fleiri fóru til Ísrael. Og þetta er liðið sem að eiginlega byggir upp þessi NATO og CO bandalag. Og núna er tími Harmageddon tími og og núna annarkort fá þessir glæpamenn sem að náttúrulega eru búin að vera líka þessir Epsteinar og hvað þetta er nú. En það sem ég raun geri, starfsaðferði mínar eða methodológíin mín er að finna þessi munstur, finna hvað þessi er að segja, velta fyrir mér sko bara byrju Norvegi, byrju þessir eru eftir Davos fund, það sem svona hálfgerður Bilderberger fundur í dag, þá ákveða þeir að fara út í þetta, síðan eru þeir með æfingar til þess að æfa akkurat það sem gerist, síðan eiga þeir patentið sko. Skattpeningarnir þínir eru búin að fara í að kaupa alveg skriljónur af þessum kittum sko. Og sem er algjör vitleysa sko. Og síðan er þið með einhverjar hugmyndir einhverjar einhver bóluefni eða eitthvað sem að er verri en sjúkdómurinn sko. Og og þetta er náttúrulega bara stofnun í Sviss. Þetta er svona eina af þessum príma stofnunum globalismans. Og eins og ég segi sko, ég vil nú helst ekki vera með svona plebba inn í líkamanni mínum eða fá efni frá þessum gaur inn í líkamann minn sem vil fækka mannkyni reynda að vitið reverse regluna hjá þessum satanistum. Það er að tala sko að skilja 10-15% eftir. Þannig að það er að gera það sko. Að ég hef einhvern veginn tilhengu til þess að treysta ekki ráðum fyrirtækja sem eru með snák í logoinu sínu sko. Ég veit það ekki. Þeir reynda með að flata jörði sem er flott sko. Og 33 region Og svo rómverska svegin í kring. Ekki tilhengu til þess að treysta þeim. En þar er þetta sem við erum að upplifa núna er medical martial law. Í raun á Íslandi í dag gilda læknaleg herlög. Þú ert undir herlögum í dag ef þú ert á Íslandi. Og við erum í Svíþjóð, þannig að við erum í raun undir herlögum í Svíþjóð. Sonur minn er að fara að fljúga núna frá Oslo í næstu viku og ég ætla ekki að keyra til Noregs. Ég þarf að senda hann í rútu. Þegar ég býst við að séu bara hermenn á landamærunum. Og hann var að fá fregnir af því frá konunni sinni í Eþíópíu sem hann þarf að fara að heimsækja því að Ísland brýtur mannréttindasáttmála að splundra ekki fjölskyldum. Þá kemst konan hans ekki til hans í Evrópu. Þess vegna neyðist hann til þess að fara til Eþíópíu og konan hans var að segja honum að þeir væru með bara skimun þar á flugvellinum. Að það er allir skyldaðir í þetta test við bara lendingu. Og hann ætlar vist að taka þá áhættu. Ég myndi ekki gera það reyndar en það er hann vil vera hjá konunni sinni. Það er mjög fallegt samband hjá þeim. En ef það kemur eitthvað fyrir hann þá eru íslensk stjórnvöld væntanlega ábyrg fyrir því.
En þetta nú svona raunveruleikinn eins og hann lítur út fyrir mér. Og endilega ég væri mjög opinn að heyra einhverja alvöru viðbrögð sko, ekki þessi tröllagangur sko. Og ég var nú í einhverjum umræðum á málfrelsinu. Þar var einhver svona darraðadans þar. Getum bara eins renti yfir það kanni. Hvað þetta? Var þetta tekið út? Það getur svo sem verið. Já, það var tekið út. Já, einmitt. Það var eitthvað sem gafst á að rökræða við mig. En það var semst basically þannig að það var Magga vinkona okkar, Magga Frigg, var að segja að ég var í geðveikur af því ég trúði ekki á vírusa og að ég héldi fram að vírusar væri hoax. Og þess vegna var hún með svo miklar áhyggjur af geðheilsu minni. Og ég spurði hann á móti, ertu með eitthvað sannanir fyrir vírusum, tilvist þeirra? Og hún vísaði bara í eitthvað svona einkennalýsingar á vírusum. Og ég sagði, þessi einkenni geta verið líka út af illum öndum eða út af þungmálmaeitrunum, út af chemtrail og bara út af fullt öðru sko. Og þú getur svo sem valið hvað þú vilt trúa sko, en þetta sannar ekkert vírusa. Einkennalýsing sannar ekkert vírusa. Það er ekkert þannig sko. Og og svo komum við fleiri kumpálar að ráðast á mig persónulega náttúrulega. En enginn gat lagt fram nein sönnunargögn fyrir tilvist vírusa. Gátu bara lagt gefið mér eitt kraftaverk og ég sanna restina. Það hefur enginn getað lagt sönnunargögn fyrir kraftaverkinu. Eins og með þróunarkenninguna, hvar allt dótið á milli sko, eða Big Bang kenninguna. Getur við komið sönnun fyrir Big Banginu? Nei, við getum það ekki, en við getum sannað allt sem kom á eftir. Nú, skiptir það ykkur máli? Ég er að biðja frum heimildina fyrir því sem þú ert að segja. Nei, það er ekkert svoleiðis og þú ert bara bjáni og geðveikur. Nú, eins og ég í Harmageddon þegar ég spurði, umræðan okkar var svo, ég sagði, hvar tengjur tölvuna við að lesa DNA-ið? Og það var bara ekkert svar við því. Og síðan gengu þeir á Kára þegar þeim fannst þetta voru eiginlega að bera mín orð á milli. Þessi menn vilja náttúrulega aldrei tala við mig beint sko. Einhverju hluta vegna. Að þeir gengu á Kára og hann sagði í lokin til þess að tengja tölvuna við DNA-lesturinn það þarftu að taka trúarskref og þarftu að taka leap of faith. Ok. Og þannig er bara það. Og sama er mjög margt, eins og til dæmis heimsmyndin okkar og fullt af hlutum. Þetta er allt saman bara rakin vitleysa sko. En það var nú eftir þátt sem ég gerði fyrir 3-4 árum í Scandinavian Report. Þá voru þeir að setja svona ebóluhóks í gangi í Noregi. Og ég fjallaði það svona svipaðan hátt við erum að gera núna og benti svona á hóksinn og já, og svo eru nú rökleysurnar í þessu sko. Að tökum þær aðeins fyrir.
Okkur sagt, sem sagt, trúarsagan sú að vírusar séu eitthvað svona gorkúlur sem að stökkbreytast og skipta sér og hoppa frá járni á tré og á hendurnar á þér og þetta er eitthvað voðalega skrýtni vírusar og þeir smitast bara airborne, sem sagt bara í loftinu. Þegar ykkur hnerrar, þá bara vírusinn kominn með falli og farin að fara út allt, sko. Og á sama tíma og verður að segja okkur það að þetta svona bráð smittandi, sko. Alveg svakalega hættulegu vírus sem að réttlættir herlög á Íslandi bara. Og það hugsanlega ástæði fyrir að skipta ríkislögreglustjóra og fleiri embætti núna nýlega. Þessi vírus svona gjörsamlega bráð smittandi og en á sama tíma bara núna helgina veit ég, það var einn kunningi minn að benda mér á það að kunningi hans að reka hótel og hann var bara, það bara komið hérna Ítalir á morgun eða hinn, eitthvað svona, bara koma á hóteli hérna, Ítalir með flugi, bara beint flug og svo komið bara beint inn á hóteli á mér. En Íslendingarnir í flugulni, þeir þurfa allir að fara í sóttkví. Og maður bara, veitu hvað minnar? Já, það sko, Ítalarnir, þeir koma bara að ferðast, þeir eru bara ferðamenn. En Íslendingarnir eru að koma heim til þess að vera með fjölskyldunni sinni. Nú. Veitu, þetta þá ekki svona bráðsmitandi? Þú veist, hvað meinar þau? Ef ég snert einhvern hurða hún og sitt svo í augun á mér, þá verið að segja að það sé bara nóg til þess að ég fái veiruna. En þá ef það kemur einhver Ítali eða Kínverði eitthvað bara beint inn á hótel og hóstar yfir hurða hún og svo snertir hann einhver og klórar sér í eyranu, þá var hann orðinn sýktur, ekki satt? Já, nei, Axel, þú bara geðveikur. Þú veist, þessar sögur meika ekki einu sinni sens. Og það var vitað bara hann í lok desember. Þá var þessu lýst sem svona bara svakalega smitandi vírus einhverjum og öllu starfsfólkinu frá Wuhan í þessum eiturlabstofum, það sem ég kallaði operator, var 140 manns flogið með þá til Tyrklands og 200 manns til Kanada og fleiri 100 manns út allan heim bara beint af sýkta svæðinu, sko. Nú. Þannig að ef þetta væri svona mikið vandamál eins og þetta sagt vera, þá væri þetta ekkert gert. Þetta eins og með riðuveiki, þú veist, það rosa mikið eitthvað verið að sitja svona hól, ég heldur að riðuveiki sé ekki til sem vírus, sko, ég held að það sé bara að vera eitra fyrir ákveðnum bóndum sem ekki vinsælir í pólitíkinu eða eitthvað. Sko, en það eins og þessi lýst, ég að tala sko, hvernig þeir lýsa þessu sjálfur. Þetta svo riðuveikin svo rosalega smitandi, það þarf að sitja svona, þú veist, járnröra hlið í veginn og svo þarf að girða allt saman, þetta ströngustu kröfum allt slíkt til þess að rolluna komist ekki að milli, sko. En svo í þessu mannesku rollu kerfi það var bara, já, nei, þessar rollur ekki fjöl, þeir bara ferðast sko. Það ekkert giftar einhverju rollun annað hinum, en það ekki alltaf leið. Það meira að segja svoleiðis í þessum fræðum, sko, þá mann eftir, þú kemur inn í fjárhús að fara í stígvélunum í einhvern sóttreinsandi vökva, bara þvílíka serimónu í kringum þessa vitleysu, sko. Og því ég trú ekki á smitun sem slíka. Ég trúi á sama ástand. Allins ef að 5 gaurar sita í gufubaði, þá einhver einn aðeins sem að mun sína svita fyrst í andlitinu, sko. Og svo byrja næsta fann, nei, hann smitaðist að svita, sjá, hann komið svita líka, hann verið að smitast. En það ekki smit. Það bara það sita allir í sama ástandi. Og sama með rollur í á einhverju bóndabæ, sko. Ef þær borða allt sama eitrið, þá sýna þær allar sama einkennið. Og sama sko, þeir sem að
á Íslandi, þeir eru allir undir sama chemtrailinu sko, undir sömu eiturspreyjuninni og borða all sama drullu matinn og eru með sama vatnið sko. Og þessna geta sko Ítalir sem koma til heimsóknar á Íslandi sko, þeir geta alltaf fara að sína einkenni líka, því þá eru þeir í sama ástandi, þeir eru í þessari tegund af þungmálma mengun og þeir eru að drekka á vatnið og éta sama matinn sko. Og þessna fara þeir að sína sömu einkenni. Þannig að sagan sjálf meikar ekki eitt einasta sens. Ekki eitt einasta sens. Og og hvernig fjölmiðla umfjöllun hefur þetta er alveg sko, fjölmiðla fólki til skammar. Þar fjölmellur eru bara sundur glentar daginn út og daginn inn sko. Ekki það ég er ekkert á móti því sko, á móti vændið en eitt slíkt sko. En einhvern veginn þarf fólk að vinna fyrir sér sko. En þessi trúa CO2 vírus DNA trúahópur er gjörsamlega sturlaður. Og ég fer nú að mæla, reyndar hefur eiginlega enginn komið í vikingaflokkinn sko. Það er einhverjir. Og hann hefur ekki fengið skráður einu sinni hjá þessum sértrúasafni CO2 kommunista hópisma flokkum. Þannig að þetta lið á eftir að fara illa með þig sko, Íslendingana. Þeir eru eftir að dreifa mældi 140.000 Íslendingar eiga að vera drepnir núna. Og þannig að þetta er grái herinn, er það ekki bara dauði herinn núna eftir þetta? 45.000 og óttast ekki kór svona. Grái herinn. Kórunuveran greindist í hundi. Hvernig halda sé fyrir mig að horfa á þetta? Ég trú ekki á vírusa sko. Þeir séu raunverulegir. Þetta er alveg skelfing að hlusta. Ég bara erfitt fyrir maður að hlusta á þessa vitleysu sko. Þetta er svo mikil vitleysa að hálfa að vera nóg. Fólk er bara talandi það. Þetta hlýtur að vera eins og þegar ég var í þessum trúarsöfnum sko, þegar það er svona ákveðin umræðu hefð sko, hvernig þú talar Guð og Guð blessa okkur og Guð gerir þetta og Guð gerir hitt. Þeir sem trú ekki á Guð eru bara, veistu, hvað meinar maður? Það er ekki lagi með þig. Að ég skil svolítið hvernig þeim líður inn á meðal trúara sko. Og mér líður sem sagt svolítið þannig þegar ég er að horfa á þessa CO2 vírus DNA trúarsöfnið tjá sig. Þeir eru bara að tala hluti sem er ekkert raunverulegir. Bara vitleysa. Akkur á ég að borga einhver sóknargjöld í trúarbröðunum ykkar. Og það er ekki nóg með það, heldur innheimta það með valdi sko. Og bara hótunum eignaspjöllum og heilsutjóni sko. Þannig að þetta er eiginlega hryðjuverka samtök. Þetta er svona hryðjuverka trúarhreyfing einhver. En annað, einar fréttir hérna í lokin fyrir þá, öll gólin eru farin sé. Þá var það 3 gólin sem ílengdust svolítið lengi. Og þau eru sem sagt farin. Já, vikingaflokkin, það er hérna vikingaflokkurinn.is. Nú, ekki bara fá hérna slóðina hjá mér, veist. Sýnum við hvernig ég flett upp svona slóð. Það er bara vikingaflokkurinn.is. Hérna er hann. Hérna er þess að slóðinn, gjör það svo vel, heldur að séu þjónustæðina maður. Hérna er sem sagt stefnan. Það er innheimt að skatta með valdi, ábeldi er glæpur. Hérna er stjórnarskrá sem að ég kalla Klettinn. Það er frá 2014. Hérna er þetta skrá sig. Ég fæ ekki kennitölu, þannig ég get ekki tekið við flokksgjöldum.
og bara gaman að þessu. Hvernig þú vilt skráði út eða ef þú vilt fá einhverjar upplýsingar. Hérna eru mokkur, hérna eru samþykktirnar sem sagt, málið er það að íslenska glæpavaldstjórnin vill segja mér hvernig ég á að sita upp flokki minn. Og ég sagði bara nei, þetta er skipsreglunar á mínu skipi. Og hérna eru mjög skýrar línur það að það er ég sem að ræð í flokknum. Hérna er bara sagt, stjórnin er skipuð á Axel sem stjórnarformanni. Það er ekkert kosið það, ég bara er það. Og ég er með neitunarvald. Og hérna þeir vilja semst ráða því hvernig ég stilli upp fótboltaliðinu mínu þannig ég fer að keppa við þá í fótboltamótinu. Og þannig ég er bara með óskráðan, ólögmætan flokk. Þessi þannig náttúrulega lögmætur en hann er ólöglegur. Og hann er svo sem í boði, ég býst við að ef það tekst ekki að slátra þessum 140.000 Íslendingum þá fara menn nú að skoða fara kannski að þakka Axel fyrir að bjarga lífið þeirra og koma kannski í víkingaflokkin til þess að reyna að bjarga ykkur sem hægt er að bjarga. En ég ætlaði líka að bjóða mig fram, já, einmitt, það kom bara akkurat rétt. Ég er líka í forsetaframboði. Ég er búinn að lýsa því yfir að ég er í boði sem forseti Íslands. En það er sama valdstjórnin, þess að djúpa ríkið á Íslandi, þeir gera mér það erfitt fyrir að ég get sennilega ekki boðið mig fram nema þá með einhver aðstoð. Ég held hvað það er einhverja 3.000 meðmælendur. Og nú ef það er einhver sem að vill taka að sér að vera kosningastjóri og eða vera svona reddari, eða fixer, að þá er ég mér alveg alvara með það sko, að ef það tekst að safna undirskriftum þá er ég bara komin í framboð. En ég er líka í framboði sko, að því að sko eins og þessi er lýst fyrir okkur sko, þá er forsetinn svona kosin af fólkinu í landinu, en náttúrulega ef að ráðandi öfl geta búið til hvernig það á að gerast, þá halda þeir alltaf völdum sko. Þannig að þess vegna erum við að segja að það sé lýðveldi á Íslandi, ekki lýðveldi. Og það er annað til þess að lýðveldi virki, þá þurfa allar upplýsingar að vera á borðinu. Þannig að meðan þessi 100 ára leynd er í gildi, þá er ekkert lýðræði á Íslandi. Bara sú eina staðreind útilokkar að lýðræði sé að ræða. Og þess vegna hefði ég lýst því yfir það sé lýðræði. Og þið hljótið að skilja hvers vegna svona glæpasamtök vilja ekki fá mig í stjórnunarstöður í mafíunni. Það náttúrulega alveg ljóst sko. En ég hef jafnvel velti fyrir mér sko, því að ég átta mig á því sko, þegar að þið farið að finna sko stóran hluta fjölskyldum ykkar dauða sko, og þá fara menn að hlusta á svona vitleysingar sem mig. Ég er alveg í viðbragðsstöðu með skipti að þegar þetta ógeðsveldi hrynur, þá er ég tilbúinn að vera forseti eða stýra því sem þarf að stýra. Og þess vegna er ég að setja prinsipin upp eins og í víkingaflokknum og er með þessa rás að þegar allt hrynur þá fer fólk, þegar húsið er hrunið þá fara menn að segja svona, já, byrju, hvað ég að gera núna? Og þá heyra menn minn boðskap með 9 eyrum sko. Og náttúrulega bara fyrir 6 mánuðum eða 3 mánuðum eða 3 árum þá voru þetta mikið svona kenningar sem ég var með. Ég var með svona kenningar hvernig þetta myndi gerast. Það hvernig þeir sem að setja upp Georgia Guidestone þá var verið með kenningar það hvernig þeir ætlaði að framkvæma allan þennan dauða. En núna er það bara mætt sko.
það er bara komin herlög á Íslandi og það er bara á næstu dögum verður fullt af fólki á Íslandi drepið og þá renna á menn tvær grímur sko og menn segja já, betur er þetta ekki það sem Axel er búin að vera að segja okkur í 5 ár eða 10 ár eða 15 ár og þá er mjög fljótt að skiptast veður í lofti og hugsanlega verður eins og þið vitið að Núremberg réttarhöldin voru tribunal reyndar military tribunal en það voru tribunal réttarhöld og það er mjög líklegt ef þeim mistekst þetta að drepa 140.000 Íslendinga og allar hina milljónar sem ég sagði, það var 80 milljónir í Ítalíu og einhverja 270 milljónir í Bandaríkjunum. Ef þeim mistekst þetta, þá eru stóra líkur á því að verði nokkurs konar Núremberg réttarhöld, hugsanlega undir vopnavernd frá Rússlandi og Kína og fleiri slíkum sko. Og þá verður íslenska valdstjórnin á sakamannabekk í slíkum tribunal réttarhöldum og hugsanlega verður það format á víkingadómur og það er náttúrulega engin dómarinn nema ég af eðlilegum ástæðum en þannig að ég auglýsi hér eftir, ég ítreka ópenbarlega aftur að ég er í framboði fyrir forseta Íslands í næstu kosningum og ég óska eftir því að vera skráður hjá öllum þessum kjörnefndum sem frambjóðandi hvort sem ég skila einhverjum undirskriftalistum eða fari í gegnum einhverja þrautabraut sem þeir eru búin að ákveða. Ég tel að þeir hafa enga heimild til þess að ákveða það eitt eða neitt. Þannig að ég er formlega í framboði en við eigum eftir að sjá hvað ólögmæt mafíu herstjórn á Íslandi gerir. Og látum reyna á það. En takk fyrir í kvöld. Ég er ekki einu sinni búin að einu sinni komin gengur ekkert með pilsner. Ég tala alltaf mikið. Þetta er kannski aðeins að setja korktappa í það. Já. En ég þakka ykkur fyrir komuna en ég held að ég hafi sagt nóg í kvöld. Hvað er það? 2,5 tími? En þið megið endilega læka, það er nú einhver búin að læka ég tók eftir því, bara á meðan útsendingu stendur. Og einn lækaði bara næstu því strax á hann að vissi endilega hvað ég ætlaði að fara að segja. Það er nú svolítið áhætta sko. Það er nú svolítið risky business sko. En þið megið náttúrulega deila og svo náttúrulega subscribe og læka og deila rásinni minni. Og ef ég hefði meiri tíma þá myndi ég taka áróðurinn CIA áróðurinn hjá Guðmundi Franklin bara nenni ég varla það væri gaman að tala við hann bara beint sko þegar hann alltaf eins og ég bara randlar mótstöðulaust sko ég hef alltaf auglýst eftir því sko ef ykkur vitræn mótstaða við það sem ég er að segja þá er ég mjög hlynntur því en svo endilega megið þið styrkja okkur þeir eru búin að kaupa 200 kíló af hrísgrjónum og þegar þeir eru búin að kaupa varabirgðir klósettpappír þið veit að eitt bréf í klósettpappírsrúllu verður meira virði en 1000 kallinn
Þannig að ef að þið eigið mikið af klósettrólum núna þá verður þið allt í einu bara ríkustu plebbanir í bænum sko. Og þegar að þetta ég held að ég hafi farið það síðast með Repo-markaðinn, hann er ennþá bara blasta í tætlur sko. Það eru 100 biljón, nei hvað var það, 10 biljón dollarar í Repo-markaðnum. Og líka sko hætt við Repo tilboð eru í Maxi líka. Það er eitthvað sem segir, já ég ætla að gera Repo skipti, svo hættir hann við, annarkor aðilinn hættir við og yfirleitt sá sem að treystir þá ekki hinum. Og hlutabréfamarkaðurinn er bara í beinu striki niður. Það eru byrjuð áhlaup á mörkuðum í Bandaríkjunum og víðar. Og það verður hugsanlega bara kolniða svartur mánudagur á morgun. Og og það verða bara næsta vika verður bara þvílík læti sko. Það er mikið læti. Og en ég held að þessi skilaboð mín séu mjög mikilvæg í þessum aðstæðum sem við erum í. Og ég fer nú alltaf meira og meira aftur í já takk, fullt að liði lækaði bara, takk fyrir það. Fullt að liði ég man ekki hvað ég ætla að segja, ég er orðinn þreyttur. En það er annars sem þurfa aftur á, það er gríðarlega mikið af fólki sem að er á sömu bylgjulengd og ég. Já, eitt sem ég ætla að segja í sambandi við koronavírusin, ég bara gleymdi þér hreinlega áðan. Þið vitið það að 5G er með tíðni í kringum 60 MHz. Þannig að þið sáu fólki detta bara niður í Wuhan, bara datt svona eins og það væri steindautt. Fyrir utan það ég held að það sé sviðsett, en það er kenning um það, ég held að það sé staðfest, ég segi þetta með fyrirvara, að í ákveðinni tíðnistigi í þessum 5G loftnetum þá hefur það áhrif á elektrónunar í súrefnis eða sérst það hefur áhrif á súrefnisflæðið í líkamann hjá þér, þannig að þú hættir að geta þú kannski andar að þér en súrefni virkar ekki, þess vegna er fólk að detta bara niður. Og það er mjög athyglisvert að þetta er allt saman að byrja núna á sama tíma og verið að starta 5G loftnetum og þið áttuðu ykkur á því að Space herinn hans Trump sko, hann er reynda til þess að taka völdin af hernum eins og hann er núna. Ég treysti mér ekki alveg í það fléttu núna, ég tek hana kannski fyrir næst, að sko Elon Musk er búin að vera að setja upp svona heliumbelgi með svona svipuðum græjum á 5G. Þannig að þeir eru með bylgjuvopn uppi og eru að segja okkur á sama tíma að stærstu óvinir þeirra Íran og Kína eru bara þvílíkt koronavíru smitt þar sko. En ég held að það séu rafsegulbylgjur sem verður að drita þetta fólk niður með. Og ég reikna með því að Kínverjar og Íranir og Rússar vita alveg hvernig þetta virkar og við eigum eftir að sjá svörin frá þeim sko. Og mér sýnist nú Kínverjar til dæmis, maður sé þá mest svona í fréttum og líka Pútíni, þeir eru alveg með tökin á þessu sko. Þeir bara, ég meina, þóttu við missum einhverja milljónir manna, breytir engu. Við bara höldum okkar striki og ef við þurfum eitthvað að sprengja tilbaka þá verður það hörð viðbrögð sko. Þannig að vesturveldin virðast ekki, þau virðast vera svolítið eins og í enda Sovétríkjanna sko. Þeir eru svona paper tigers sko. Fljúga mikið á ráðstefnu Atlantic Council og
Council of Foreign Relation og NATO fundir og bla 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 en það meikar ekkert sens lengur og þetta alveg valdlaust eða svona aflaust rugl sko. Ef þetta væri eitthvað afl í þessu þá væri þið bara búin að fara með fólk með vélbyssur og móka skurði sko. Eða bara risa hólur og drita fólki þar niður. En það líka sko hermenninir, heröflin, Pentagon og Rússland, her Rússlands og Pentagon í mjög góðu sambandi og ég held að, og það hefur náttúrulega sem ég hef lýst áður, þessi CIA eða leyniþjónustu, White Helmet, barna Epstein, allt þetta ógeð sko, að þessi stórveldi virðast bara halda svona aðeins að sér og meðan að við Vesturveldin bara hrynjum innan frá í drullið sko. Og Bandaríkjamenn virðast bara ekki verið nokkrum einustu tengslum við raunveruleikann, hvort heldur sem það eru vinstri menn eða hægri menn eða Trump eða hver það þeir eru alveg bara gaga, en það reiknar Dagel með að þeir fækki 270 milljónir sko. Eða hvað var þetta, 220 milljónir, það bara blóðbað þar eins og andskotinn hafi pantað það sko. Þannig að það bara spurning hvað verður mikið af blóðslettum sem sullast yfir á okkur. Reynda virðast Skandinavíuna þjóðunar upp fyrir eyru í þessum viðbjóði eins og má sjá núna á níðingsskapnum á Julian Assange. Og þannig að Ameríkanar, Svíar og Bretar að kúka í buxuna þar og þarna Ekvador. Það nú eitthvað að fara að skipta bleium á því pakki sko. Og ég eiginlega vonast til þess að þeir bara hætta þessu. Því það verður tribunal í endan á þessu. Það alveg á hreinu. En svo verður það að hætta þegar það að koma svona smá Jón Hreggviðsson í ykkur sko. Þú veist, það ekki hætta að vera svona aumingjar og fórnarlömb og láta þetta helvítis dönsku elitun alltaf berja ykkur niður sko. Það bara lýsa þessu yfir sína lýðræði og bara fuck you, bara heyrðu við ætlum að fá helmingina kaupmanna meðan tilbaka, þið skulduð okkur